Velkomin í föstudagsþáttinn á N4. Við komum víða við að vanda í kvöld, en við ætlum að byrja á veganúar. Hún er komin til mín, hún Hulda Voge, sem er vegan og kraftlyftingakona. Velkomin. Takk fyrir. Það er oft sagt að þeir sem eru grænmetisætur verði eitthvað svona veikir eða aumir eða get ekki neitt. En það er aldeilis ekki þannig. Nei, það er alls ekki þannig. Og það er ofboðslega mikið af íþróttafólki sem er að taka upp þennan lífstíl. Já. Það er mikil breyting á. Þú ert búin að vera þetta vegan síðan hvenær? Í 6 ár. 6 ár, já. Og hvernig myndirðu lýsa, finnur mikla breytingu að þér? Eða, hvað gerir þetta fyrir þig? Fyrst þegar ég var vegan og tók svona til vel í mataræðinu mínu þá fann ég ofboðslega mikla breytingu. Ég var bara mjög mikið að grænmeti ávöxtum og baunum og ég var svona fljótari að endurhemta eftir æfingar og svoleiðis. Svo þú veist, breytist það aðeins bara með tímanum eftir hvernig mataræðið breytist, en svona almennt þá líður mér ofboðslega vel líkamlega. Myndirðu lýsa þessu eins og þú verður eitthvað léttari svona, af því að oft meltingin svolítið svona þung kannski í kjölfarið á kjötáti eða eitthvað? Er þetta eitthvað svona léttleiki eða er þetta bara loft, baunir, þú veist? Hvernig myndirðu lýsa þessu? Þetta er léttar í magan og það er auðveldara að melta, svona fyrir flesta allavega. Ég upplifði það að þetta er léttara í magan. Og ég get borðað oftar. Já. Það er svona þægilegra. Man bara kannski verður ekki eins sattur eða þarf líka kannski að borða oftar eða hvað? Hann bara fer rosalega eftir hvað fólk þarf að borða, sko. Og hvað er að taka stóra skammta af eitthvað? Já. En tölum aðeins um loft og prump. Ertu ekki síprumpandi af þessum baunum? Nei, alls ekki. Nei, en ég hugsa... Chili con carne daginn og ég veit ekki hvers fjölskyldan ætlaði. Ég bara, það voru baunir. Já, en ég held sko að fyrst þegar fólk er að breyta svona til, þá eykst alltaf trefjavagnir sem það er að borða, því að það er óbúðslega mikið að trefjum í grænmeti og baunum og þær geta verið loftmyndandi svona fyrst. Það er svona, kannski svona eitthvað tímabil sem þarf að komast yfir. Já, og þá er mjög gott að passa upp á að taka til dæmis meltingarensím, ef maður alveg að vera vitlaus á sig. En það reddast rosalega fljótt, fólk er fljótt að verjast. En veganúar, ert þú eitthvað að taka þátt í því? Ég meina, nú ert þú náttúrulega vegan árið kring, en gerir þú eitthvað öðruvísi í janúar? Ég er svona duglegri að miðla þekkingu minni, næringarlega séð, því ég fæ líka óbúslega mikið að skilabóm og svona það sem fólk er að spyrja. Það er kannski svona mín helsta þáttaka og svo eins og í fyrra þá tók ég þátt í einhverju viðburðum, en í ár þá fæ ég svona eiginlega alveg frí frá þessu. Þetta er svona eitthvað svona átak, ég veit svo mikið hvaðan það er sprottið, en það er eins og janúar sé svona orðið þessi mánuð þar sem fólk er svona aðeins að huga mataræðinu, kannski nýtt upphaf og allt það, og þá er vegan þar svona efst á blaði, vil ég segja það? Veganúar byrjaði í Bretlandi og þetta eru bresk samtök sem að sjá um þetta. Svo höfum við tekið þetta upp sem og önnur lönd, þannig að það kemur upplega frá Bretlandi. Að taka janúar svona í þetta? Já. Þú ert með Instagram síðu, reikning, eða hvað sem maður segir, þar sem þú ert svona, hvað ert að gera þar nákvæmlega? Sko, Instagramið mitt er svolítið bara eins og dagbók. Ég seti inn myndir af æfingum og svoleiðis og rosalega mikið af matamyndum. Uppskriftum kannski? Já, uppskriftir, sko, ég er ekki góð í að gera uppskriftir. Nei. En ég er ofta að sýna svona hvernig ég set saman og svona gróar uppskriftir, þannig að fólk getur að minnsta hvort fengi hugmyndir. Þú dassar kannski svolítið, dassar þessu. Svolítið mikið dass. En segðu mér líka aðeins frá þínum kraftlyftingaferli, hvernig hófst hann og hvaðan kemur sá áhugi? Ég byrjaði bara í einkaþjálfun, langaði til að koma mér í form eftir ég átti eldri stelpuna mína og byrjaði bara að æfa fullu og sá sem var að þjálfa mig að hann sagði að ég gæti orðið sterk og hann svona ýtti mér svolítið út í þetta. Og ég keppti á mínu fyrsta móti 2011 í janúar, það voru Reykjavík International Games sem ég keppti á og síðan þá bara, ég fékk bakteríuna. Hvernig gekk þér á þessu fyrsta móti? Ég tók 117,5 kíló í réttstöðulyftu. Það er hellingur, það ekki? Það er alltaf lægt fyrir byrjanda. En hvað gerir í dag? Ég keppi núna í svona búnaði og ég á best 190 í réttstöðulyftu. Búnaði? Hvað meinar með því? Sko, kraftlyftingar skipta sér þetta í tvennt. Það er klassíska kraftlyftingar þar sem að allir keppa bara í engum búnaði og svo eru kraftlyftingar. Skúli Óskarsson, var hann þar? Þetta hefur breyst svolítið mikið þannig að þessar klassísku voru pínu öðruvísi. Þær eru mitt á milli sko klassískra og kraftlyftinga.
hvernig það var í gamla daga. En núna erum við alveg þannig að, þú veist, ég keppi í hnébögubrók og með vafninga og og svo í bekknum þá er ég slopp. Er þetta til að bara passa upp á liði og líkamann eða er þetta bara einhver tíska? Þetta er hugsað sem öryggisútbúnaður og fyrir þá sem keppa í kraftlýningu þá endast þeir lengu í íþróttinni sinni og í klassísku þá kannski endist fólk aðeins skemur. Það eru ekkert í svona öryggisbúnaði. En svo er þetta meiri sport, þetta er tækni og svona aðeins meiri flingur í þessu. En sloppur, það hljómar ekkert eins og mikill stuðningur í honum. Nei, en það er það. Það er það samt? Já. Þetta er ekki svona bundið fyrir framan eða neitt. Þetta er ekki svona náttsloppur bara. Nei, þetta er eins og bara mjög þröngur ból úr hörðu efni og maður er klæddur í þetta og það er alls konar í kringum þetta. Ókei. Þannig að þú ert í svona búnaði. Já. Það er þitt svona forti. Já. Þetta er alveg heimur sem maður þekki voða lítið. En aftur að vegan, ef fólk er nú eitthvað veganó, eða hvað segir maður? Þetta er bara lífstíl heitir vegan. Já. Og ef fólk er eitthvað að spá í að fara að draga úr kjötneyslu, sem er kannski gott fyrir loftslagið og guð veit hvað myndirðu ráðleggja því að gera, svona til að byrja með? Bara taka allt út strax eða fara hægt í þetta eða? Sko það eru einhverjir sem upplifa bara best að taka allt út, bara taka skrefið. En ég hugsa svona fyrir flesta þá væri mjög fínt kannski að ná sér eina góða matreiðslubók. Það er rosalega góð byrjandabók, það er Grænn kostur hagkaupa, hún er mjög svona heppileg í að byrja bara á því að elda kvöldmatinn, baunarétti og alls konar svoleiðis. Hafa þetta í kvöldmat og svona og fikra sér bara áfram. Já, og svo kannski bara vera svolítið meðvitaður hvað maður er að setja ofan í sig, almennt. Hlýtur þetta ekki að kveikja svolítið á þeirri meðvitund einmitt? Að vera að skipta svona yfir í eitthvað annað? Jú, algjörlega. Og ég held einmitt að það eru margir sem hafa kannski aldrei pælt neitt almennilega í mataræðinu sínu, svo fara að hugsa hvað er að setja ofan í sig og svo hugsa já ok, ég þarf alveg að passa upp á að vera vel nærður og þá fyrir það að skoða meira. Hvernig myndirðu lýsa svona þinnu, tökum einn dag, hvað ertu að borða bara frá morgni til kvölds, hvaða matur er þetta? Sko ég borða náttúrulega kannski ekki eins og Nei, þú kannski borða almenni borgari eins og kraftlyftingakona. Já. Það er alveg, ég vil heyra það. Já, hafragrautur í morgumat og prótein jafnvel út á svona próteinduft sem þarf ekkert, sko. Nei. Í hádegismat tofu eða eða seitan eða baunir, til dæmis linsubönir. Það er næstum eins og latína, seitan. Ég veit þetta áður, en seitan, hvað er ósköpunum það? Seitan er búið til úr hveitiglúteni og þetta er mjög gamalt, er notað mikið í Asíu, þetta er próteinið úr hveitinu bara. Og æva gömul aðferð við að búið til svona seitansteikur, svona kjötlíki eða þannig úr glúteni. Umfið er nýtt og er sænskt og það er búið til úr sojabaunum. Og er þetta allt svona efni sem er auðvelt að gefa bragð af einhverju öðru, eða þú veist? Já. Þetta er svolítið svona neutrált eitthvað sem er hlutlaust á bragðið. Já, tofu er alveg bragðlaust og seitanið verður líka að blanda með einhverju til að búið til eitthvað svona gourmet og umfið það kemur forkryddað eða hreint og þá getur þú kryddað eins og þú vilt. Og er þetta alltaf svona einhver hleifur eða þarf þetta að skera þetta, er þetta duft eða hvað? Rosalega misjafnt. Það er bara til í öllum formum. Já. Erum við komin að hádegismatnum, hvað gerist svo? Já, svo bara fæ ég mér, ávöxt og jafnvel bara, annan, eitthvað svona góðan bita sem að mettar vel. Og eftir æfingu þá einmitt bara ávistir grænmeti, tofu eða próteinshake eða eitthvað svona smoothie eða eitthvað svoleiðis. Og í kvöldmat eitthvað baunaréttur. Svo fyrir háttum fæ ég mér oft svona jurtajógúrt og ávexti. Og hvar verslar í matinn? Er það bara í öllum þessum verslunum? Er alltaf svona grænt horn eða eitthvað? Eða býr þetta allt til? Ég er mjög duglega að búa til, sko. En ég versla bara í öllum verslunum sem er í búði. Og það dugur alveg? Já, og stundum fæ ég eitthvað svona sendingu af eitthvað rosa góðu að sunnan. Og svo, mér langar náttúrulega að tala við því bara allan þáttinn því að þú ert með þú reykir svona eins og hnetusteikur og svona hefur verið að gera það eitthvað að sinna bara kunnum sem þú ert kannski að fara að taka þér frí frá núna en þú ert svona bara svolítið lítil matarframleiðslu svona kona. Ég hef tekið að mér ýmislegt þegar kemur á mat. Ég vinn við Aldamat. Vinnur, ég möti við það. Og svo fekk ég mér reykofn og það er rosalega gaman að prófa sig áfram með hann. Ég hef verið að reykja mitt rauðrófur sem er þá svona pínu svona eins og hangikjöts fílingur. Hljóma vel. Og
reykhafa brauð, ég hef gert það. Það mjög gott, alls konar. Allt þetta reykja greinilega. Það hægt að reykja allt. Þetta var afar áhugavert og takk fyrir að koma í þáttinn og segja okkur aðeins frá vegan og hvað nú framundan í lyftingunum? Eitthvað mót? Já, það Íslandsmeistaramót bara í apríl og svo eftir það ég að fara út að keppa Evrópumeistaramót, heimsmeistaramót og svo framvegis. Fullt að gera framundan. Nóg að gera. Já. Þannig að bara gangi þér svakalega vel og takk fyrir komuna. Takk.